Ég heiti Viktoría og ég starfa sem stöðuumbótum í mörg ár og í dag langar maður til að tala hvað SMED er. SMED stendur fyrir Single Minute Exchange of a Die. En Taiichi Ohno, hann sagði að engin uppstilling ætti að taka minna heldur en 10 mínútur. Hann sagði nefnilega, það er ekki séns að við getum náð One Piece Flow eða stöðuflæði nema að við minnkum uppstillitíman okkar þannig að við séum snögg að breytum frá vöru A í B eða hvernig sem það er. Það má því nota þessa hugmyndafræði þegar við erum að stytta uppstillitíma á vélum, en líka til dæmis eins og í lyfjafyrirtækjum þegar það er að stytta hreinsitíman á herbyggjum eða í skurðaðgerðum og svo framvegis. Þannig að það er alltaf hægt að nota þessa hugmyndafræði til þess að reyna að stytta upp uppstillitíma og það skiptir ekki rauninni máli hvar maður er. Það er mjög algengt að nota þessa umbóta vinnustofu hugmyndafræði eða Kaizen hugmyndafræði þegar maður er að reyna að stytta uppstillitíman og SMED verkefni eru mjög skemmtilega að vinna með. Það felst í því að þegar maður er undirbúa þá er maður náttúrulega sjálfsög búin að fá gögn uppstillitíman og maður er náttúrulega búin að velja starfsmenn og allt sem því fylgir. Maður tekur í rauninni upp myndband af uppstillingunni eða þegar að vera að hreinsa eða hvað sem við erum að reyna að minnka. Og svo í vinnustofunni sjálfri þá horfum við saman á myndbandið og förum yfir hvaða sóun er í skrefunum til þess að reyna að minnka þetta. Það má líka SMED við eins og þegar við erum að skipta dekk á bíl. Nú, ég skipti mjög sjaldan dekk á bíl. Ég held að það hefði einu sinni sprungið á bílnum mínum og þá tók það mjög langa tíma vegna þess að ég kunni ekkert að gera það og ég var að bíða eftir aðstoð frá vin. Og þá tók það svona korter 20 mínútur að skipta eitt dekk. Þannig ef einhver myndi segja við mig, herra Viktoría, það er fólk hérna sem getur skipt 4 dekk á, korteri, þá myndi ég ekki trúa þeim. En það er það sem gerist þegar maður fer og skiptur dekk á bílnum sínum og dekkjaverkstæðum, er að þeir eru mjög snöggir með þessi 4 dekk. Þannig að þeir eru með rétt tól og tæki til þess að skipta dekkin. Nú, ef einhver segir síðan, herðu, þið eru mjög sló vegna þess að í formúlinni þá taka þeir, 1 sekúndu að skipta dekk, að þá myndi ég segja, það er ekki hægt. En svo sér maður formúlina og maður sér að þetta er hægt ef maður er með rétt tóltæki, ef maður er með nægan mannskap og svo framvegis. Þannig að í SMED þá er alltaf verið að hugsa hvernig getum við gert uppstillitíman sem minnstan, en samt líka þá þarf maður að hugsa hvaða auðlindir eru við tilbúin til þess að hafa í þessu til þess að hafa uppstillitíman stuttan. Það er mjög algengt að þegar maður er að skoða svona verkefni, að 5S verkefni fylgi kjölfarið. Vegna þess að þegar maður er að skoða myndbandstökuna að fólki vera að labba og leita verkfærum eða leita hinn á þessu, að þá er það mjög oft aðgerð að við þurfum að 5S-a, við þurfum að búa til eitthvað kit, við þurfum að gera þetta einhvern veginn betra. Þegar maður er í svona verkefnum, þá er maður mjög oft að skilgreina, hvað eru innri skref sem verða að gerast þegar að vélin er stopp og hvað eru ytri skref, eitthvað sem getur gert á meðan að vélin er að vinna til þess að undirbúa. Þannig að í svona viðbröðum þá erum við ofta að hugsa hvernig getum við tekið þessi innri verk sem eru meðan að vélin er stopp og fært yfir á ytri þannig að við séum að minnka þennan tíma sem vélin er stopp og reynum að nota tíma til þess að undirbúa áður en vélan verður stopp. Það var Seiko Shingo sem skrifaði síðan bókinu hvernig á að stytta uppstillitíma og hann talaði að það væri 4 stig þegar maður er að stytta uppstillitíma. Og stig 1 að þá er maður að reyna að minnka uppstillitíma 50% og þá er maður að skilgreina ytri og innri atriði og reyna að færa eins marga innri þætti yfir á ytri. Stig 2 þá er markmið að 75% af uppstillitímanum detti út og þá er maður að koma í veg fyrir að þessi að finnpússa eða trial by error þegar maður er að setja vélina inn. Í stig 3 þá er markmið að 90% af uppstillitímanum sé farin. Og þá er maður að bæta innri þættina þannig að maður sé sneggri að skipta og bæta ytri þættina líka þannig að maður sé 5S að það þannig að kittir maður sé alveg tilbúin og slíkt. Og stig 4 er síðan bara komið í veg fyrir að við þurfum yfir höfuð að stilla upp eða hafa umskiptitíma. Það er líka mikilvægt í þessu eins og öðru þegar maður halda svona umbóta vinnustofur, maður reynir alltaf að byrja á þessu sem er ódýrt og auðvelt að innleiða og kostar lítinn pening. Þannig að það fyrsta sem maður gerir ekki er að kaupa ný mótari, svoleiðis það kemur seinna þegar maður er komin á síðara skref, maður reynir alltaf að gera hin skrefin fyrst. Nú, kostirnir við að nýta SMED og nýta stytta uppstillitíma er að þið getið nota vélarnar ykkar eða herbygginn eða það sem þið eruð að stytta uppstillitímanu á betur, þannig að nýtnin fer upp. Þetta eykur vanlega öryggi vegna þess að í svona verkefnum er maður að skoða vinnuvistfræði líka. Mistökum fækkar, gallar minnka
lagerinn minnkar þegar við erum sneggri að skipta úr vöru A til B og við þurfum að liggja með minna hráefni inn á lager. Þannig að það eina sem að þið þurfið ef þið viljið halda svona smettverkefni að skoða hvað með langa uppstilltíma hjá okkur, mæla það, taka upp á myndband hvernig uppstillingin og svo að lokum halda vinnustofu með öllum þeim sem koma að þessu og finna út hvernig getum við gert þetta betur. Þannig að gangi ykkur vel að smetta!